Þjónnans Passepartout sem voru á leið umhverfis jörðina á 80 dögum óku nú vagni sínum í áttina að fjalli einu. Hvernig komumst við yfir það? Spurði Passepartout. Herra Fogg leit upp úr landabréfinu sem hann var að skoða og sagði: Við komum brátt að Gili, það sparar okkur heilmikla fyrirhöfn. Gili var nákvæmlega nógu breytt fyrir vagnin. Við skulum vona að koma enginn á mót okkur, sagði Passepartout. Ég fór að veðja að hér yfirleitt engir á ferli nema við, sagði herra Fogg. Þar skjátlaðist hann. Skyndilega valt stærðar hnullungur niður fjallsliðina og varnaði þeim vegar. Sjáðu bara, hrópaði Passepartout og benti á 2 indjána sem létu sig síga niður á kaðli. Þeir skoðuðu svo vagnin í krók og kring án þess að mæla orðu af vöru. Heyrið mig, sagði Fogg. Af hverju eruð þið eiginlega að leita? Indjánarnir gægðust út úr vagninum og svo eldri þeirra sagði: Afsakið, við heldum að þið hefðu rænt dóttur höfðingja okkar. En nú skulum við reykja saman friðarpípu, bætti hann við. Ferðalangarnir vissu að indjánarnir myndu móðgast ef þeir tæju ekki boð þeirra. Þeir krupu því niður og reyktu friðarpípuna. Hvernig komust við héðan? Spurði Fogg. Hafið engar áhyggjur, sagði eldri indjáninn. Fráni Haukur finnur alltaf einhverja leið. Hann stóð á fætur og þreifaði á hamravegnum. Ferðalangarnir horfðu hugfangnir á Frána Hauk sem hegðaði sér svo undarlega. Loks virtist hann hafa fundið það sem hann þreifaði eftir. Hann rak höndin inn í sprungu og sjá, bergið opnaðist og leynigöng komu í ljós. Þessa leið, gjörðu þið svo vel, sagði indjáninn glaðhlakkalega. Þessi göng liggja beint að Hvítá. Vagnin með ferðalöngunum 2 hvarf inn í bergið. Fráni Haukur lokaði göngunum á eftir þeim. Þetta var leyndamál sem indjánarnir gættu vandlega. Göngin voru dimm og skelfingin lesti sig Passepartout. Hjálp! æpti hann. Ég fann að eitthvað snerti mig. Hvaða vitleysa, sagði herra Fogg og kveikti á lukt. Í bjarmanum af henni sáu þeir leðurblökur flögra í allar áttir. Það voru bara þessi litlu indælu dýr sem snertuðu, sagði Fogg. Ég er nú ekki viss að þeir séu svo indælar, sagði Passepartout. En þær eru að minnsta kosti sönnun þess að við komumst út úr þessum göngum. Og brátt fundu þeir opið. Passepartout létti mikið þegar hann leið dagsljósið á ný. Þeir félagar voru nú komnir að Hvítá. Passepartout spennti hestinn frá vagninum og sleppti honum á beit á grösugum árbakkanum. Síðan fóru þeir að leita að næturstað. Skyndilega komu þeir auga á gamlan gráskeggjaðan mann í leyni á bak við stóran stein. Hann kraup á bakkanum og aðhæðist nokkuð sem þeir félagar höfðu aldrei séð áður. Hvort er hann að veiða eða prófa vatnið? Spurði Passepartout. Maðurinn var svo niðursokkin í vinnu sinna en tók ekki eftir ferðalöngunum 2 sem stóðu og störðu á hann. Að hverju ertu að leita? Spurði Passepartout. Maðurinn sneri sig við og var augsýnilega brugðið. Hver eru þið? Hvað er ykkur á höndum? Spurði hann og horfði á það á grunsemdar augum. Fogg flýtti sér að róa hann. Okkur leikur bara forvitna og vita hvað þú ert að gera hér, sagði hann. Rödd hans var svo vingjarlega að gamli maðurinn fekk strax traust á honum. Vitið þið það ekki? Spurði hann. Ég er auðvitað að leita gulli. Gulli? Já, gulli, sagði gamli maðurinn. En því miður hef ég ekkert fundið núna síðustu vikurnar. Má ég reyna? Spurði Passepartout. Ef ég fæ helminginn af því sem þú kannt að finna, svaraði gullgrafarinn. Ég borga stjórninni fyrir að fá að leita hérna. Fogg álasaði Passepartout fyrir að tefja þá með þessu, en þjónninn svaraði því til að þeir væru orðnir félitlir og veitti ekki af dálitlum aukatekjum. Jæja, freistaði þá gæfunar, sagði Fogg og fór að sækja hest þeirra og vagn. Passepartout hafði heppnina með sér. Í síuna hans lágu 2 myndalegir gullmólar. Ég er svo aldeilis hissa, sagði gamli maðurinn og stakk öðrum gullmólanum í tösku sína. Nú verðum við að fara, Passepartout, sagði Fogg þegar hann sneri aftur með vagnin. En Passepartout virtist ekki heyra til hans.
Hann var kominn með snert af hinu fræga gullæði. Komdu, Passepartout, kallaði Fogg aftur. Heyrir ekki til mín? Ég kem rétt strax, sagði Passepartout og skipti sér svo ekki meira af herra Fogg. Og herra Fogg sá að hér dugði ekki orðin tóm. Gullgrafarinn rak olnbogann í Passepartout og sagði: Húsbóndinn farin. Já. Ha, hvað þá? Passepartout rauk á fætur. Hvað, þið sagðir mér þetta ekki strax? Æpti hann og þaut á eftir vagninum. Herra Fogg nam staðar. Passepartout náði honum lafmóður. Jæja, ég sé að þú hefur læknast af gullæðinu, sagði herra Fogg glaður í bragði. Svo héldu þeir áfram ferð sinni. Hádegisbil námu þeir staðar í skógi einum. Þeir lögðu sig til hvíldar í skugga trjánna. Passepartout dró gullmolann upp úr vasanum. Ég hef áreiðanlega fundið fleiri svona, sagði hann. En þá kæmumstu ekki til Lundúna í tæka tíð og þar með tapaði ég 20.000 pundum, sagði herra Fogg. Þeir höfðu ekki hugmynd að maður lá í leyni á bak við runna og fylgdist með þeim. Hann sá Passepartout farin í vagnin og fela gullmolann þar. Skömmu seinna voru Fogg og Passepartout báðir sofnaðir. Þetta var tækifæri sem þjófurinn hafði beðið eftir. Hann læddist að vagninum og klifraði upp í hann. Í sömu andrá settist mýfluga á nefið á herra Fogg og beit í það. Fogg stökk á fætur. Komdu, Passepartout, sagði hann syfjulega. Við verðum að vera komnir til Iowa fyrir kvöldið. Passepartout reis letilega á fætur. Þeir vissu auðvitað ekki að þeir voru með laumufarþega um borð. Þeir komið að krossgötum nam Fogg staðar og bað Passepartout að ná í landabréfi sem þeir geymdu í ferðatöskunni. Passepartout hvarf inn í vagnin en hörfaði í skyndi út úr honum aftur. Mig hlýtur að vera að dreyma. Hugsaði bara, það er maður inn í vagninum. Herra Fogg leit aftur fyrir sig. Hvað í óskopunum ert að gera hér? Æpti Passepartout. Ég biðst afsökunar, sagði maðurinn kurteisislega. Ég þarf nauðsynlega að heimsækja ömmu mína í Iowa og ég var orðin svo sárfættur að ég tók mig það best að leyfa stökk upp í vagnin ykkar. Þá það, sagði herra Fogg, en það hefði verið kurteisislegra að spyrja. Passepartout rétti herra Fogg landabréfið. Hann hafði uppgötvað að gullmolinn var horfinn. En hann lét það ekki uppskátt. Leyfðu þig bara ef þú ert þreyttur, sagði hann með ókunnuga manninn. Passepartout sagði herra Fogg frá þjófnaðinum. Fogg stöðvaði vagninn. Ég ætla svei mér ekki að aka áfram með svona þorpara, sagði hann reiður. Huss, hafðu ekki svona hátt, sagði Passepartout. Svo hvarf hann aftur inn í vagninn og dró sofandi manninn út úr honum. Hann lagði hann varlega á vegabrúnina og fann gullmolann í jakkavasa mannsins. Hann stakk gullmolanum í sinn eigin vasa og klifraði svo aftur upp í vagnin. Jæja, þá erum við lausir við hann, sagði herra Fogg. Leitt að við skulum ekki sjá framan í hann þegar hann vaknar á veginum, sagði Passepartout hlæjandi.